Nú skoðum við eitt dæmi andhverfanleg föll og við fáum að gefa dæmi f af x eða fáum gefið fall f af x er átt á x í 3 plus x í 5 og við fáum þrjú verkefni. Við ætlum að sína fallið sé andhverfanlegt, við ætlum að finna andhverfafallið í tveimur og við ætlum að finna afleiða andhverfafallsins í tveimur. Nú, hvað þýðir að fall sé andhverfanlegt? Hvenær vitum við að það sé andhverfanlegt? Ja, til að það sé andhverfanlegt þá þarf að vera gagntækt. Og við vorum með nokkra leiðir til að athuga hvort fall væri gagntækt. Sjáum, fall er gagntækt. Það er gagntækt ef, og ef að segja við séum með fall f sem fer frá i yfir í j, ef af f af x 1 jafnt á f af x 2 leiðir að x1 er jafnt á x2 og þetta verður að gilda fyrir öll x1 og x2 sem eru á bilinu í. Þar sem við tökum sama fallgildið þá verður ég að geta fundið fallgildið sé eins í tveimur punktum þá verður ég að finna út að þetta sé sami punkturinn. Nú önnur leið til að athuga hvort að fall sé gagntækt, það er að segja fall er gagntækt ef hægt er að einangra x í jöfnunni. Þannig að ef ég get einangra x þá er ég komið gagntækt fall og þá er ég í leiðinni komið með andhverfafallið. Nú önnur leið sem við skoðum til að finna út að fall er gagntækt, það var ef við varum með stranglega vaxandi fall eða stranglega minnkandi fall. Ef það er stranglega minnkandi eða stranglega vaxandi. Og þetta eru nokkra leiðir til að athuga hvort fall sé gagntækt og þar með andhverfanlegt. Ef við skoðum fallið sem við erum með hérna, tökum það. F af x er jafnt á x í 3 plus x í 5. Nú þá í fyrsta lagi samkvæmt formingishefðinni þá er formingi hérna bara allar rauntölur. Allar rauntölur eru leyfilegar hérna inn í þetta fall. Ok, þannig að formingi er rauntölur og út kemur sannarlega líka rauntala. Þannig að fallið tekur inn rauntölu og skilar rauntölu. Myndmengi er líka rauntala því að getur komið hvaða tala sem er út hér. Nú, getum við einangra x í þessari jöfnu? Já, það verður eitthvað erfitt. Ef við tökum x í 3 hérna út fyrir svega þá erum við 1 plus x í öðru og þá er erfitt að aðskila þess að hérna 2. Þannig það er ekki vanlega leið. Ef við segjum, já getum við sýnt fram á það sé til dæmis stranglega minnkandi eða stranglega vaxandi. Þá tökum við f af x og diffrum það. Þá fáum við 3x í öðru plus 5x í 4. Nú við sjáum að þetta hér er pósitív stærð fyrir öll x nema akkurat fyrir x eftir 0. Þannig er stærra en 0 fyrir öll x sem er ekki 0. Þetta er sem sagt stranglega vaxandi á bilinu mínus óendanlegt til 0 og frá 0 upp í óendanlegt. Það vitum við fyrir víst. En nú vitum við líka að þetta er bara 0 akkurat í einum punkti og það er pósitíft báðum megin við hann að þá er það sannarlega stranglega vaxandi. Við skoðum í fyrirlestrarklássunum, þá skoðum við f af x er jafnt á x í 3 og í fyrirlestrunum. Og við sagðum, ok, þetta afleiðan hér er 3x í öðru eins og þetta hérna, sem er ekki alltaf stærra en 0, það er 0 akkurat í 0, en þetta er samt stranglega vaxandi fall. Vegna þess að x1 í 3 er alltaf minna en x2 í 3. Ef við tek þriðju rótina hérna báðum megin, þá fengi ég x1 er minna en x2. Þetta gildir auðvitað því að þið er með þriðju rótina. Og sama getum við gert með x í 5. X í 5 er sannarlega líka stranglega vaxandi. Þannig er summan af tveimur stranglega vaxandi föllum. Þannig að við megum álíkta hérna x í 3 plus x í 5 er stranglega vaxandi fall. Og önnur leið til að rökstyðja eins og ég segi, það er bara að segja þetta afleiðan er stærra en 0 allstað nema akkurat í einum stökum punkti. Þannig að f af x er stranglega vaxandi. Þar að leiða
leiðandi gagntækt. F gagntækt. Þar af leiðandi F andhverfanlegt. Nú, þá komum við að punkti, þannig að við erum með hérna búin að leysa lið B. Við erum búin að sýna fram á þessi gagntækt og þar leiðandi andhverfanlegt, en við erum ekki búin að finna andhverfuna. En það getum við ekkert einangrað hérna x hérna í þessari jöfnu, ekki með góða móti. Þá kemur að B-liðnum. Finna f í mínus fyrsta af tveimur. Já, við erum ekki með formúli fyrir f í mínus fyrsta af x. Þannig að hvernig getum við leyst þetta? Nú, þegar við erum með andhverfanleg föll, þá vitum við að þegar við erum með f af x er eftir y, þetta var ekki að vera 2, þetta var y, þá er það jafngilt í að andhverfa fallið af y sé x. Þannig að við erum að reyna að finna hérna í þessari formúlu að reyna að finna f í mínus fyrsta af 2, x er óþekkta stærðin mín. F í mínus fyrsta er líka óþekkt stærð. Þannig að hvernig væri að skipta bara, segja þetta, jafngilt þessu að segja f af x er 2. Svo að fyrir hvaða x er f af x 2. Og við pröfum að setja inn í jöfnun okkar, þá stendur x í þriðja pluss x í fimmta er eftir 2. Fyrir hvaða x er þetta uppfallt? Já, við vitum að þetta er gagntækt fall. Þannig að það er bara fyrir akkurat 1x sem þetta getur verið uppfyllt hérna. Það verður að vera bara 1 svoleiðis til, annars verður það ekki gagntækt. Og við sjáum, pröfað að ef ég væri með 1 hérna fyrir x, þá er ég með 1 í þriðja pluss 1 í fimmta, þá fengi ég akkurat 2. Þannig að x hlýtur að vera 1. Og það er eiginlega bara að sjá það út þarna. Ok, x er sem sagt 1. Sem sagt, það sem ég er búin að finna út, það er að f af 1 er 2. Nú þá veit ég jafngilt í að f í mínus fyrsta af 2, það er 1. Með öðrum orðum, ef ég tek hérna mengi mitt af raundtölum, þá var ég að segja hérna f af 1, ef ég tek ásinn hérna, læti f skutlanum yfir í tvistinn. Nú þá veit ég að f í mínus fyrsta minn skila honum aftur á sama stað hann kom frá. Þannig að f í mínus fyrsta af 2 verður að vera 1. Og við erum komið svarið í B-liðnum. Ok, nú að vandast málið ennþá meira. Eða vandaðist þá eitthvað. Við ætlum að finna afleiðina af f í mínus fyrsta í 2. Nú, ekki, nóg með að við vitum ekki hvernig f í mínus fyrsta er, þá getum við ekki diffrað það. Hvernig við þá að finna hvernig afleiðan er í 2. Nú, þá notum við aftur þetta sem við vorum með áður. Að við vitum að ef við erum með f af x er eftir y og við erum með andhverflegt fall f, þá veit ég núna þar að ekki að f í mínus fyrsta af f af x er x. Nú, ef ég diffra báð meðan við jafnaðmerk hérna, segi afleiðan með tillit til x af f í mínus fyrsta af f af x er eftir afleiðan með tillit til x af x, þá stendur hérna vinstra megin stendur 1 og hægra megin stendur afleiðan af f í mínus fyrsta í punktunum f af x sinnum innra fallið diffra f mert af x. Þannig að hér stendur afleiðan af f í mínus fyrsta í punktunum f af x er eftir 1 á móti f mert af x. Sjá, þetta er almennt fyrir hvaða fall f sem er andhverflegt sem er. Þannig að sérlega gildir það þá fyrir fallið okkar hérna. Nú, ég er með formúluna hérna í punktunum f af x, þannig að afleiðan af andhverfafallinu í punktunum 2, það er þá það sama afleiðan þar sem að f af x er jafnt á 2. Þannig að ég þarf að setja inn í f af 1. F af 1 er jafnt á 2, það var það sem ég fann í liðinu á undan. Nú, ég veit að þetta er þá 1 á móti, þetta hér er x og það sama á þetta hér er x, þannig að f diffrað í punktinum 1. Þannig ég seti ekki 2 inn hérna, ég seti inn 1 vegna þess að hér er f af x og f af 1 er akkurat 2. Og f diffrað, já, ég hef búin að skrifa hjá mér að f diffrað væri 3x í öðru pluss 5x í fjórða.
Þannig ég set bara inn í þetta. Það er 1 á móti 3 sinnum 1 í öðru pluss 5 sinnum 1 í fjórða með öðrum orðum 1 á móti 8. Og svo þannig að fundum við afleiða andhverfunar í einhverjum punkti án þess að vera með formúlu fyrir andhverfunu. Bara með að nota okkur þetta hérna samband svipað við gerðum þegar við vorum að skoða afleiða af arc cos og arc sin.